Unnur Anna Valdimarsdóttir, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands. Já, við í rannsóknarhópnum mínum erum að skoða áhrif áfalla eða streituvaldandi aðstæðna sem að fólk getur lent í á lífsleiðinni og erum að skoða hvaða áhrif það hefur á heilsufar fólks. Og það sem við erum núna að skoða, af því að við vitum að fólk er í aukinni áhættu að fá ákveðna sjúkdóma í kjölfar slíkra áfalla, og þá erum við að skoða hvort það sé einhverjir erfðaþættir sem spá fyrir það hverjir verða veikir í kjölfar slíkra aðstæðna og hverjir verða það ekki. Það er Sigurður Yngvi Kristinsson, Ufsrjóni Yngvi, mjög mikilvægt. Ég er prófessor í blóðsjúkdómum við Háskóla Íslands og sérfræðingur á Landspítalanum. Ég fer fyrir rannsóknarhópi hér við háskólann sem er aðalega einblína á að skoða mergæxli sem er krabbamein í beinmerg. Við erum að skoða áhættuþætti fyrir sjúkdóminn, horfur sjúkdómsins og svo núna nýjasta rannsókn okkar er að skoða hvort að mergæxli sé einn af þeim sjúkdómum sem við ættum að skima fyrir til þess að lengja líf einstaklinga með þennan sjúkdóm. Já, ég heiti Inga Dóra Sigfúsdóttir og ég starfa sem prófessor hérna við Háskólann í Reykjavík og líka við Columbia háskóla og svo er ég gestaprófessor við Karolinska Institútið í Stokkhólmi. Ég hef verið að sinna rannsóknum á börnum og ungmennum þar sem við erum að skilja forspárþætti, heilsu, líðanar og hegðunar. Við höfum verið að sinna þessu rannsóknum síðastliðin 20 ár og Life Course verkefnið sem ég fekk styrkinn til er raun og veru framhald af þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera og fer meira á dýptina og hjálpar okkur að skilja betur samhengi heilsu, líðanar og hegðunar meðal barna og ungmenna.